og fyrir tekin 11. liður, fundarboð, ráðstefnu, námskeið, þjónusta og umsóknir styrki. Og þá liður 11.1, umsókn styrk til neyðarflutningsnáms við sjúkraflutningaskólan. Umsóknin dagsett 19. ágúst 2013. Orðið laust þessa umsókn. Þetta 25.000 króna kostnaður við þetta nám. Vill einhver greiða sér hljóðs? Ég vil nú bara varpa því hérna svona bara á borðið. Hvað finnst ykkur? Möguleiki að skoða einhvern styrk í þessu skyni? Já, þessi móðahæpið nefndum við ekki þá í Tómutjóni. Það er allir að mynda sig eitthvað, þetta er þetta góðra kjaldavert og áhugavert. Já, Guðfinnur? Hvað hafa hins sveitarfélögin komið að þessu eða styrt þetta? Svo sent á öll sveitarfélögin. Ég þekki það bara ekki. Ég svara bara fyrir mína hönd. Ég bara veit ekki til þess. En ef að fresta afgreiðslu á þessu og kanna, biðja sveitarstjórum að kanna hvort að önnur sveitarfélög í nágrenni okkar hafa styrkt nám af þessu tagi. Margrét hefur beðið mér. Ég held bara því miður að við verðum að hafna þessu vegna þess að það hefur fólk í okkar sveitarfélagi óskað eftir styrkjum til náms og því hefur bara verið hafnað. Sveitarfélagi hefur ekki verið að styrkja. Þetta er fallað undir það, þetta er námskeið. Og það fólk er að leita annað undir sveitarfélagana. Þannig ég held að þau þurfu ekki að fresta þessu. Já, það er tillaga að hafna þessu. Guðfinnur Jónsson. Ég finnst það nú kannski ekki skipta henni sköpum þó við frestum þessu og sjáum hvaða línur hinn sveitarfélagin gera. Við erum í samstarfi ýmislegt svona og meðal annars sjúkraflutningana. Það má kannski aðeins horfa til þess að það væri nú kannski eðlilegra að Rangárþing eystra tæki á þessu, en sjálfsagt hefur Ágúst Leó sótt undir þeirra hérna. Og ég held að það væri nú málið að vísa þessu til hreppsráðs til fullnaðar afgreiðslu en að kanna verði í millitíðinni hvort að önnur sveitarfélög er að styrkja sambærilegt nám. Þau hefur ekki fallist á það. Ég að leita í gegnum síðustu fundargerð byggðarráðs. Já, svo flýta fyrir. 11. liður hérna í byggðarráði, Ágúst Leó Sigurðsson, umsókn styrk vegna neyðarflutningsnáms, erindinu hafnað. Já, þá þurfum við ekki að vera vonuð í því. Þá liggur það fyrir. Það er sýtti viti meira. Þá er tillagan bara það að erindinu verið hafnað. Því sem að fallast á það gjör svolítið gefa merki. Og samljóða. Þú er samt klarminn. Skrifa samtíðsamlega. Hafði ég nokkuð skrifað samtíðsamlega? Nei. Og liður 11.2, Landgræðsla ríkisins 14. ágúst, óskum heimild til að dreifa lífrænum áburði á líktgróið land í eigu sveitarfélagsins. Þetta er umsókn að dreifa kjötmjöli hér í land Gaddstaða eftir því sem ég best veit.
og það er alveg hárrétt, það er lítt gróið svæði og það sem var gert á ráðu, það kom ágætlega út, það kom sæmilega grænt upp úr því í vor. Þannig að ekki var orðið laust þessu umsókn. Anna María, gjörðu svo. Það var samþykja þetta. Ég veist það. Það er besta mál. Fleiri sem óskættar að taka til máls. Svo er ekki þeir sem geta samþykkt þessa ósk landgræðslunnar gjöfsulega að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 11.3. Þorp Consulting 27. ágúst 2013 stöðugreining og árangursmat að boðum þjónustu á þessu sviði. Það eru nokkra tillögur að skoða það sérstaklega núna, annars liggur þess tilboð bara fyrir. 11.4. Fundarboð upplýsingafundarsókn. Þetta er bara til kynningur. Fundarboð upplýsingafundur Sóstöðar Rangárvallasýslu BS 10. september 2013 kl. 14 í Hvoli Hvolsvelli, eins og næsta þriðjudag kl. 14 og eins og við komum að áðan að þá eru allir sveitarstjórnarmenn og ég vil eindregið biðja sveitarstjórum að hvetja nefndafólk í samgöngu umhverfis og samgöngu hálendis og til að sækja þennan kynningafund. Og þið all, ef að þið mögulega getur komið við. En þá er 11. lið lokið.